hvernig allt orðið fasismi í dag og hann var ekki að tala með þetta er aldrei erfitt að vinna með þetta þú veist, og þetta er þetta viðkvæmtur við segjum þú veist, þessi maður er fasisti og það sem við þurfum kannski að gera er að taka skrifa tilbaka og tala fascification og þá getum við talað þessi struktúralt vandamál hvernig við sem samfélags gerðin okkar er einhvern að breytast og verða fasiskar þá þurfum við ekki að benda á okkur einstakling og þú veist, þegar ég sé svona þá ok, þú veist, það sem er að gera er að vera bakka, þú ert að bakka inn í eitthvað sem er orðið svo abstrakt og svo óljóst að það er ekki hægt að prófa það, þetta er orðið bara eitthvað svona þetta óljósa samfélagslega afl og maður sér þetta ótrúlega oft í kenningum sem að sumar kenningar sprett upp sem pólitískar kenningar fyrst og þær verðandi er svo abstrakt að þú getur ekki tekið á þeim, þú getur ekki sagt ok, en hvað þýðir þetta í raun og veru þú ert bara fann að tala einhvers konar svona óljóst afl sem að er í samfélaginu og það á okkur dularfullan hátt stýrir hegðun okkar og allt sem þetta segir bara já, þetta er bara feðraveldið eða fasismavæðingin eða hvað þú vilt kalla það og þetta gerist á okkur í svona fullkomlega óljósi leveli og það ekkert hefur útskýrt eins og vorum að tala um aðan. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.